Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Klettur. Nú það gott að eiga hlýjan og góðan feld ættaða frá Vopnafirði eins og tíðin þessa dagana. En vonandi fer hann nú að hlýna og bresta á með sumri og gróanda. Nú í dag ætlum við að byrja á íþróttum. Við förum í blak með öldungum sem reyndu með sér í Neskaupstað og reyndar á Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði líka síðustu helgi. Það var líf og fjör það bil 1000 manns. Og svo ætlum við líka að heimsækja Kammerkór Egilsstaðakirkju sem verður með tónleika annað kvöld á föstudaginn. En við byrjum á blakinu. Það var líf og fjör bæði í Neskaupstað og Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði síðustu helgi þegar öldungar í blaki reyndu með sér. Nú blakið nýtur mikilla vinsælda hjá öllum aldursflokkum. Fólk getur stundað þetta meðan það getur hreinlega staðið í fæturnar. Það var Gunnar Gunnarsson sem fór á staðinn og fangaði stemninguna og sjálfsögðu byrjaði fyrst á því að tala við þann sem mest mætti á. Framkvæmdastjóra blakdeildar Þróttar í Neskaupstað. Það var náttúrulega gekk á ýmsu þegar við vorum að koma þess að stað. En þetta bara alveg ótrúlegt. Fólk hefur sýnt mikið umburðarlyndi. Veðrið hefur ekki spilað með okkur. Hefur ákvað það að gera það alls ekki allan tíman. Þannig að það bara, þetta gengur bara vel eftir að mótið fór í gang. Hefur mótstjórinn eitthvað náð að hvílast yfir helgina? Eða síðustu viku yfir höfuð? Kannski ekki mikið. Við hefum kannski ekki tekið allan að djampakkan á þetta núna. Við erum náttúrulega bara í undirbúningi fram á kvöld og undirbúa næstu dag. Og svo að reyna að spila þessa milli. Við erum bara hérna í þessari veitinganefnd. Ég er búin að vera að huga veitingunum á öllum 3 stöðunum sem skiptum okkur á milli. Og hvernig, þú segist að vera veitinganefnd, var Þrótturinn skipt upp í nefndir fyrir mótið? Já, við skiptum okkur niður bara á nefndir. Þannig að það væri ekki á allra höndum allt saman. Þannig að við, já, það er rétt. Og við vorum 4 í veitinganefndinni sem vorum í að skipuleggja veitingar heima náttúrulega og við vorum búin að áætla að vera með þetta tjald bara heima á grasvellinum þar og svo sjoppu í íþróttahúsinu. Þannig var planið. Og hvað tók við hjá ykkur þegar að ákveða að dreifa mótinu svona á miðvikudaginn? Það tók bara, það stórbreyttist allt saman sko. Þannig að við settumst bara niður og skipulögum upp á nýtt. Skipulögum þannig að við erum með 3 sjoppur. Við erum með á Fáskrúðsfirði og við erum með á Reyðarfirði og svo heima í íþróttahúsinu. Og hvernig er búið að ganga helgina? Þetta er bara búið að ganga rosalega vel, allt saman. Bara, auðvitað breyttist þetta mikið sko og svona líka að dreifa þessu á fleiri staði og svona. Við þurfum aðeins að fella niður pínu af því sem við ætluðum okkur að vera að selja með í grilli. En það kemur bara eitthvað annað í staði. Þannig að þetta er búið að ganga alveg óbúslega vel. Hér eru 133 lið minnum mig og 1000 manns. Þannig að þetta er slett af fólki og við erum náttúrulega að dreifast inn Fjarðabyggðina. Þannig að við höfum náttúrulega þurft að skipuleggja rútuferðir. Við erum með gengurinn stanslaust rúta milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar. Og svo yfir í Neskaupstað. Snjórinn hefur aðeins verið að stríða okkur. Fólk var að lenda í vandræðum í gær, það snjóaði svo mikið. Sumir voru komnir á sumardekkjum sem bjassinu. Og hvernig hafið þið dreift ykkur á milli stað? Væntanlega þurfti að vera á ferðinni fyrst að þessu var dreift svona upp? Já, við höfum svona bara, því að flestir eru að spila. Þannig við höfum bara skipt okkur upp og bara fólk í Þrótti bara aðstoða okkur í því að dreifa sig á staðina. Og bara ótrúlega flott hjálp og margir tilbúnir að hjálpa okkur. Það bil 1000 manns komin til mótsins, en öldungamótið er eitt fjölmennasta íþróttamót sem haldið hérlendis. Liðunum er skipt í deildir, 6 karladeildir og 13 kvennadeildir sem segir að konurnar eru mun duglegri að æfa blak en karlar. Það mættu því 42 karlalið til keppni og 91 kvennalið, það munar minna. Í fyrstu deild öldunga karla stóð K-lið K.A. uppi sem sigurvegari en K.A.-menn eiga lið í flestum deildum öldungamótsins. K.A. 96 lendi til að mynda í öðru sæti í annarri deild en þar sigraði Fylkir og þessi 2 lið færast því upp í fyrstu deild.
Í þriðju deild karla sigraði svo KA og Þróttur Reykjavík varð í öðru sæti. Þessi tvö lið færast því upp í aðra deild. Þróttarar létu vel af mótinu þótt KA-menn reyndust þeim erfiðir. Það búið að ganga frábærlega helgina eins og öllum þessum mótum. Þá náttúrulega þetta svona aðeins upp og ofan. Við vinnum með eiginlega samt yfirleitt flesta leiki sko. Það svona verið reglan. Og þið þá að hampa bikarnum í deildinni ykkar? Það ekki alveg ljóst. Ég held að við séum svona tvö lið með KA og Akureyri. Þeir eru svona á sama stað og við. Og hvernig þið búin með innbyrðissigurinn á móti KA? Hvernig gekk hún? Ég vil ekkert helst ræða það. En við vorum að spila við það áðan og þeir voru í essinu sínu í morgun. Hversu oft hefur komið á öldungamót? Ég nú búinn að koma á þessu öldungamóti núna í að verða 20 ár, samfellt. Mista held ég 2 og þú verður alltaf jafn gaman og verður bara skemmtileg með hverju árinu. Æfirðu mikið á milli móta? Já, við erum að gullast í þessu alla veturinn. Það nú þannig að fyrir sunnan mikið fólki sem kemur frá svæðinu fyrir norðan, Akureyri og þar í kring og það sem ég og þetta alltaf skemmtilegt að hitta norðamenn og sérstaklega þetta gaman að spila við KA eins og áðan en sem mitt gamla lið en ekki gaman að tapa fyrir þeim. Hvernig nú höfum við að spila inn í húsunum, hvernig að spila í þeim, tjöldunum? Mér fannst það bara frábært, það bara alveg mjög flott og það mjög auðvelt að gagnrýna það. Þetta auðvitað ekki eins og að spila kannski á góðum blakvelli í góðu húsi. Hittastigið náttúrulega svolítið að trufla okkur, var svolítið kalt, sérstaklega fyrsta daginn fannst mér, skárra í dag. En bara hugmyndin frábær og að koma sérna inn, ég held að það hafi náttúrulega verið það sem áttu alltaf að gera. A-lið Stjörnunnar sigraði í fyrstu deild kvenna en A-lið HK fylgdi þeim fast á eftir og Völsungar frá Húsavík lentu í 3. sætinu. Sigur vegarar í annarri deild urðu hins vegar stelpurnar í Þrótti frá Neskaupstað þótt þær væru allar búnar að standa í ströngu við undirbúning mótsins síðustu sólarhringana áður en til keppni kom. Já, við bara erum búin að rúlla þessu upp. Þannig að við bara sigruðum deildina, erum meistarar í annar deild, spilum í fyrstu deild á næsta ári. Og ná menn þessu meðfram öllu hinnu? Hvernig fara menn að? Ég greinilega, þegar maður komin í gírinn, við erum greinilega bara í fluggírnum. Svona mót, í hverju felst undirbúningunum? Það ár síðan fenguð útlutað, hvernig hefur ferlið verið? Það er náttúrulega búið að vera, þetta var náttúrulega langur undirbúningur í að vallarnefndin var í að undirbúa kaupa á þessum húsum, það var náttúrulega stærsti parturinn og það var gengið frá því fyrir jól og náttúrulega mikil undirbúningur á þeim að hanna tjöldin eins og við vildum hafa þau og síðan svona eftir áramót hefur annar undirbúningur svona farið bara á fullt öllum nefndum. Hvernig hafa tjöldin komið út? Ég held að það sé bara mjög almenn ánægð með tjöldin sem er í gangi. Það er bara gengið bara fínt hittast í þeim og gott að spila í þeim. Þannig að það er bara almenn ánægð með það. Já, stelpurnar í Þrótti Neskaupstað unnu sér því sæti í fyrstu deild ásamt KA-freyjum sem höfnuðu í öðru sæti. Nú liðin heita margvíslegum skemmtilegum nöfnum. Þar má til dæmis nefna fjaðrir, dalalæður, krákurnar, leðurblökur, skuttlur, krákurnar og krækjurnar sem stóðu uppi sem sigurvegarar í 3. deild og færast því upp í 2. deild. Þær voru því sigurreifar að leik loknum. Bara geðveikur. Við gerðum þetta okkur svolítið erfitt fyrir en þetta var rosalega skemmtilegu leikur. Krækjur, hversu oft hefur liðið komið á öldungamótið? Við höfum komið 28 sinnum. Hún hefur alltaf verið. Og hérna týna svona inn í aðeins og eftir henni. Já. Af hverju komin aftur og aftur á öldungamót? Það er svo gaman. Þetta er bara toppurinn. Toppurinn af veturinnum og bara rosalega gaman. Og hvað æfa með mikið á milli móta? Já, fullu, alltaf 2 í viku. Bara rosa stuð. Og árangurinn, hann skila sér á mótinu? Já, ekki spurning. Og hvernig er staðan ykkar í deildinni? Við erum búin að vinna alla. Þannig að þið eru að fara upp? Ég veit það ekki. Jó, reynum það allavega. Líklega. Það var hart barist í öllum deildum, til dæmis í 4. deildinni. Þar munaði ekki nema 1 stigi á 3 efstu liðunum. A-lið IS sigraði og Laugdælir lentu í öðru sæti. Þeir komust því upp í 3. deild. Dalvíkingar börðust fyrir sæti sín í 2. deild og það hafðist. Það er svona upp og ofan, við erum að róa svolítið lífróðu núna í dag, en
Við eigum fullan séns á allan að halda ykkur í deild. Það er róa lífróð, mér skilst þið eigi stóran slag framöndan, segðu maður frá honum. Það er tröllaskaga slagur sko, það er við Hirnuna frá Siglufirði. Og það er bara, við þurfum eiginlega að taka að minnst eina hrinu til þess að halda okkur upp í deild. Og þeir eru í möguleika að fara upp, þannig að það er líka til mikils að vinna fyrir þá. Og í hvaða deild er það að spila? Við erum að spila í annarri deild. Og búin að vera það lengi? Já, eiginlega, ætla sé ekki að vera 10 ára eða eitthvað. Ég er tiltölulega nýr blakari, þannig að ég kem inn í aðra deildina, en liðið var áður í efstu deild og var lengi vel. Hvernig finnst þér að spila í húsunum hérna, tjöldunum? Ég er ekki búinn að reyna það þó, þetta er frumraunin mín núna eftir skamma stund, þannig að ég er spenntur, en menn láta vel að því. Og hvernig er stemmingin búin að vera á mótinu? Bara alveg þrælfín. Þetta er þrátt fyrir að eiginlega allt hafi farið úr skeiði sem að gata, þá er þetta búið að vera mjög skemmtilegt og Þróttar eiga hróskilið fyrir bara vel gert mót. Þeir eru búin að vera mjög liðlegir að redda öllu sem það er að redda og ekkert yfir því að kvarta. Hvernig er búið að ganga í mótinu? Bara svona bæði vel og illa. Hafið þið komið oft á öldingamótið? Þetta er fjórða mótið okkar, er það ekki? Fjórða mótið okkar, já. Og ef menn mikið á milli móta á Vopnafirði? Við æfum og vitum það svona 2 í viku, bara. Stór hópur? Við erum 15, allt í allt. Hversu mörg lið koma frá Vopnafirði á mótið hérna? Við erum með 2 lið. Þessi skór hérna, við mögum að sjá það, það er vísna áhugaverðir. Já, þessir eru svolítið flottir sko. Þeir eru bara magnar í hávörninni. Þeir eru mikið fyrir okkur. Er gott að stökkva á þeim? Já, það er ekkert mál. Skiptir miklu máli að hafa þessa auka sentimetra? Breyta öllu. Það mátti víða finna fjölskyldutengsl milli keppenda á öldungamótinu, bræður, systur, feðga og mæðgur sem í sumum tilvikum reyndu með sér í sitt hvoru liðinu og höfðu gaman af. Já, það gekk bara mjög vel og mjög gaman en hérna, já, það eru nokkur eðlilega, það eru aðeins yngri við, aðeins bara, þannig að það eru unnu, en það var mjög gaman. Þetta er náttúrulega fyrst og einu skipti sem við spilum svona móti hver annari í sömu deil. Hvernig var að keppa móti þeirri gömlu? Það var bara mjög skemmtilegt, það eru mjög segar og þetta var bara mjög skemmtilegur leikur og ofsalega gaman að fá að mætast inn á vellinum, bara virkilega skemmtilegt, gaman. Það eru þeir efstar, við töpum ekkert stórt, við erum alveg sáttar og áttum bara góða leik á mótið. Við spilum líka svo flott lag, Víkingskonur, þannig að þetta gekk bara mjög vel. Verður hún ekkert óþrólandi heimlein eftir að hafa unnið og unnið titilin líka? Ja, við erum að fara heim núna sko, það er alltaf að fara að skemmta sér í kvöld að loka hófinu, þannig að við gamla fólki, við ætlum bara heim í dag. Já. Þið er ekki svo við höfum á hrein, þú ert ekki að fara heim bara af því þú tapar? Nei, það var fyrirfram ákveðið. Já, við erum búin að vera svo duglega að tapa, það er eins gott að við skemmtum okkur kvöld. Nú, þegar upp er staðið þótti mótið takast einstaklega vel, þrátt fyrir að útlitið væri nú ekki allt og bjart á þriðjudagskvöldið þegar stóra tjaldið tókst á loft. Keypt höfðu verið 3 uppblásin hús og var hugmyndin að hafa þau á gervigrasvellinum í Neskaupstað þannig að mótið gæti allt farið fram í Neskaupstað. En Kári sjálfur var ekki á sama máli og það er erfitt við að eiga þegar hann tekur sig til og vill blása úr sér öllu lofti. En þá var bara að taka plan B. Leitað var í íþróttahöllina í Reyðarfirði en höllin þar er óeinangruð og óupphituð og nær eingöngu hugsuð fyrir knattspyrnu. En þar komu tjöldin að góðum notum og voru þau blásin upp inn í húsinu og fengust þar 4 vellir. Einnig var leitað í íþróttahúsið í Fáskrúðsfirði og þar voru 3 vellur og síðan 3 vellir í Neskaupstað. Síðan voru skipulagðar rútuferðir milli þessara staða og allt gekk upp. Og nú eru tjöldin góðu til sölu. Það er mikill áhugi fyrir blaki í Neskaupstað og hefur lengi verið. Til dæmis æfir það bil helmingur grunnskólanemenda þar blak eða 120 krakkar. Það er því bjart útlit fyrir blakið í Neskaupstað. En hvað er mótshöldurum þar efst í huga þegar upp er staðir? Stendur upp úr. Já. Það bara að þetta allt skuli hafa gengið upp. Þetta var þriðjudagskvöld, þá vorum við
það var bara svona, sátt allir hljóðir og svolítið sjokkeraðir. En svo var bara að rifja sig upp og bara flott að sjá þetta ganga upp og keppendur að sýna mikið umburðarlyndi og bara að reyna að vera jákvæðir og bara að gera þessum að ég veit að við reyndum allt. En þetta mjög flott, komið flott út í Fjarðabyggðahöllinni og bara gaman að sjá þetta ganga upp. Laufa byggja skildi skálar skemmtilega skemmtilega. Laufa byggja skildi skálar skemmtilega snikka mála í listigarði ljúfra kála lítil skríkja var þar hjá. Fagurt galaði fuglinn sá. Já, fagurt galaði fuglinn sá. Ég veit ekki hvort að kórfélagarnir í Kammerkór Egilsstaðakirkju eru að syngja til mín, hver veit. En að tillitssemi við hugsanlega kórfélag og hugsanlega áheyrendur, þá hef ég aldrei farið í kór. Ég tel mig að vísu vel geta sungið, en það alls ekki víst að ég syngi það lag sem að kórinn ætla sér að syngja. En hvað það? Við fórum í heimsókn á æfingu hjá Kammerkórnum í Egilsstaðakirkju. Krakkarnir voru að hita upp þegar við mættum á staðinn, nauðsynlegt að mýkja raddböndin áður en að átökin byrja. En það kostar mikla æfingu að vera í kór þannig að kórinn fái samhljóm. En hvað það sem að fær fólk til þess að ganga í kór og eyða þar löngum tímum, kannski öllum sínum frístundum? Þetta bara svo svakalega skemmtilegt. Ég held að ef maður er komin på bragðið með að syngja og syngja í kór, þá hættir maður ekki svo auðveldlega í því, sko. Maður leit alltaf í það aftur og aftur. Þetta bara svo skemmtilegt, félagsskapurinn og komast út og gera eitthvað annað og bara fjölbreytileikinn og bara skemmtilegt, fyrst og fremst. Þetta áhugamál sem að maður fer ekki svo auðveldlega frá, sko, en það alveg rétt, þetta tekur töluverðan tíma, sérstaklega eru tónleikar framundan og stjórnandinn metnaðarfullur. Og þá ræft stíft, en þetta gefur mann alveg svakalega mikið. Ég held að sé ekki þetta að segja annað en það. Ég hef verið í söngnámi og hef mjög gaman að syngja og söngkennarinn minn, hann gaf mér þetta tækifæri og bara svona til þess að öðlast hvað reynslu eða syngja með öðrum. Kórstjórinn norskur og efnisskráin verður því blönduð bæði þekktum íslenskum lögum og eins norskum lögum og stjórnandinn kann að segja mönnum til í norskunni. En hvað ætla þeir að bjóða upp á tónleikunum? Það verður fin blanda af norskum og íslenskum þjóðlögum. Flest íslensku lögin eru nú meira minna þekkt, en samt sumum þeirra í alveg nýri útsetningu en norsku lögin eru kannski minna þekkt, getur verið sum þeirra samt hafa náð til Íslands en flest þeirra ekki og þau eru líka sum í nýjum útsetningum. Þetta val af lagaefni, það kom til vegna þess að ég fór í námsferð til Vesterålen í Norður-Norge fyrir 3 árum og þá var efni sem ég valdi var norsk og íslensk þjóðlög og sérstaklega þjóðlög á því svæði þá og nú kemur svolítið afrakstur af því. Kammerkór Egilsstaðakirkju, hann búinn að vera starfandi frá árinu 2010 held ég muni rétt og við störfum að flutningi ýmissa verka, bæði kirkjulegra og veraldlegra verka. Við höfum verið að syngja bæði verk með hljómsveit, sígild verk, ekki síst frá barokktímabilinu og svo líka fjölbreytta tónlist úr ýmsum áttum eins og til dæmis á vortónleikunum sem eru framundan hjá okkur núna og þetta svona það helsta. Kammerkórinn jú aukakór við kirkjuna þá sem var stofnaður í 2010. Það sem smá tilraun í 2006 og til þess að geta flutt eiginlega meira krefjandi lög og verk og svona. En inn á milli så syngjum við bara venjuleg lög eins og núna, en í þessu tilfelli með sér efni
En til dæmis I desember flyttum vi jólaoratoriet Bach, som var stort og krevende, en frábærlega skemmtilegt verkefni. Så eigum vi von á þá næstu adventu að geta flytt aftur jólaoratoriinu með kór á Akureyri og symfóníuhljómsveit Norðurlands. En það nú ekki alveg öruggt eins og en það nú okkar von að það verður af. Og svo eftir ár þá stefnan mín að kórum fer akkurat til Vestróðan í Norður-Noregi í heimsókn. Að því við höfum nú áður fengið kór í heimsókn þar hann hingar og við eigum inn að fara þangað. Ja, þið þekkja nú meira minna flest íslensk lögin en nokkuð mörg þessara laga samt eru nýútsett fyrir tækifæri svo það hafa menn ekki heyrt áður. Það nú mikið sama stemning og tilfinningar ráðandi í norskum þjóðlögum en menn verða bara mæta á tónleika til að finna það betur út. Hérna stjórnandinn okkar, hann Torvald, hann búinn að útsetja þetta upp á nýtt sumt að þessu og bara mjög skemmtilegt og breytilegt og hvet alla til að koma og sjá þetta og bara mjög skemmtilegt. 6 mine sveinar heime vere og gjøyme til gullet alle, de andre 6 på Heidingjaland og røynede Jørning kalde. Riade ut og Franklande med dyre dros I salen, les I uren olivan på Ronsarbollen. Stroes det ut på Ronsarbollen I dagarna 2 och 3. Heidingen fall vid Roland Sverre som större I goan ja. Riade ut ur Franklande med dyre dros I salen, bläs I luren olivan på Ronsarbollen. Fram som I glada sköldir och skjuter fyre solen, rättast på den jamningen var Roland blås I håret. Riade ut ur Franklande med dyre dros I salen, bläs I luren olivan på Ronsarbollen. Han sätter luren bloddamen så bläs han I altaret. Jorden var det hej och fjört, det rimna på jo och jare. Riade ut ur Franklande med dyre dros I salen, bläs I luren olivan på Ronsarbollen. Det var Magnus konge, nu sett han I och gråta. Vad provattar fränden min, nu höjder luren låta. Riade ut ur Franklande med dyre dros I salen, bläs I luren olivan på Ronsarbollen. Det var Magnus konge, skundar hans I färd. Där var Roland konungafrände, helt I hans sitt svärd.
Magnus kongen och sättes det alla tröja. Skipet var full av silv och guld och hejdingen det var daue. Riare ut ur Franklande med hyrebros i salen. Läs i ur en olivan och rosa Það fer vel á því að enda á þessu norska fallega lagi. Það verður ekki meira í Glettum í kvöld, en við sjáumst aftur að viku liðinni. Glettur eru alltaf á 50 klukkan 18:30. Ekki missa á þeim.